og ferðalúin, kengboginn í baki með krippu og sigg á sálinni, tilfæld með stoltið í stakketten, stolt, þreytt á þvælingi, þreytt á hverri sveit, þreytt á því að lifa öld af öld og alla tíð dæmd til að bíða hraksmánanlegan ósigur. Besta sveitin og sú versta í fjörðum. Fagurt í fjörðum, þá frelsarinn gefur veðrið blítt. Hey grænt í görðum, grös og heilag fiskið nýtt. En þá veturinn að þeim tekur sveigja, veit ég enga verri sveit, veraldar reit. Menn og dýr þá deyja. Komið sæl, ég heiti Hermann Stefánsson og þetta morgunstund með Hermanni Stefánssoni. Mér datt í huga að taka fyrir 2 bækur og það eru skildar. Það eru eiginlega, ég vona að það verði einhvern tímann 3 leikur. Það skilið fyrir því að það séu þá 3. En þær eru bara 2 enn sem komið og annar heitir Bjargræði og Látrabjörgu, kraftaskáldið, sjómanninn og förukonuna. Björgu Einarsdóttur og eftir hana var Ragnheiður Ólafsdóttir eða Ragnheiður Ríma eins og stundum kalla sig að kveða. Sennilega hennar þekktasta kvæði, Fagurt í fjörðum. Í fjörðum, þetta svolítið skrítin orðmynd fjörður. Þetta til víðar á landinu, þetta fyrir norðan stór eyðibyggð við austanverðan Eyjafjörð. Þar eru látrar sem Björg kennd við og fjörðurnar sem eru síðan Þorgeirsfjörður og síðan Flatey í Skjálfanda þannig hinum megin. Þetta allt í eyðinum, maður getur gengið þetta á 3 dögum. Þessi persóna og kemur líka fyrir í þessari bók sem var nú aðalega kannski bókin sem ég ætlaði að tala Það heitir Millibilsmaður. Það svolítið stærðarmunur á þeim. Þær eru þær eru báðar sögulega skáldsögur á einhvern hátt. Millibilsmaður fjallar spíritista fárið sem gekk Ísland í byrjun síðustu aldar og jafnvel aðeins fyrr. Það byrjaði reyndar á Akureyri og það var ekki alveg ótengt fjörðum vegna þess að svona einhver fyrsti svona draumsjáandinn á Íslandi bjó þarna tíma á Hléskógum sem rétt við Grenivík áður maður fer út í fjörður. Hann hét, skal ég segja ykkur, Hermann Jónasson eldri. Það ekki Hermann Jónasson ráðherra heldur annar sem var þingmaður og hann dreymdi merkilegan draum. Það kom til hans ketill nokkur úr Mörk sem sögupersóna úr Njálu og birtist honum svona ljóslifandi í herberginu og fór með hann í ferðalag aftur í tímann og Ketill þagði nú yfir þessum draumi vegna þess að hann var svo nákvæmur og hann var svo skýr. Þetta stóð nú svo ljóslifandi fyrir hugskotssjónum og af þessum ástæðum hann fór aftur í tímann og sá þegar landið var þakið skógi milli fjalls og fjöru og gerðist hann mikill skógræktarmaður og hans helsta framlag til kannski hans helsta frumvarp var eiginlega þegnskylduvinna sem kæmi í dag herskyldu á Íslandi og ungt fólk væri sendt út á land sambærilegan tíma og fólk sendt í herinn í öðrum löndum og væri látið planta skógi. Síðan skrifaði hann þennan draum upp, þennan Njáludraum sinn upp alveg 20 árum síðar
og var fyrir vikið úrskurðaður nokkurn veginn svona QQ af því að þetta eru svona nokkuð nákvæmar leiðréttingar á Njálu. Það kom að tala við hann alls konar fornmenn og eru ósáttir við hvernig Njála segir frá þeim. Þó sérstaklega af því að þessi gerðir einhverjum svona kristnum góðmenn, það er ekki gott í augum fornmanna. Þeir vilja hafa drepið marga menn og verið grimmir og harðir í horn að taka og voru ósáttir við meðferðina á sér. Hann eiginlega hraktist af þingi og það var fyrir tilstilli mann sem við getum sagt að sé millibildmaður, annars er millibildmaður gamalt orð, upprunalega orðið yfir miðil á íslensku. Fyrst var þetta, og Indriðason miðil hann er sögupersóna í þessari bók og sem og langafi minn Guðmundur Hannesson, læknir og skipulagsfrömmuður, millibilsmaðurinn eða hann var millibilsmaður að því leyti að því við erum hérna í Hannesarholti, þá var hann var ráðherra á milli þess sem Hannes Hafstein var ráðherra. Hann hét Björn Jónsson og það má lesa nokkuð klárlega í ræðum að Björn Jónsson gefur í skyn að Hermann Jónsson sé ekki með réttu ráði og hann gefur út aðra bók sem heitir Dulrúnir og þá var hann alveg genginn spiritismannum á hönd og hann búinn að þegja yfir þessum draumi í 20 ár. Það er með hárun nákvæmar leiðréttingar á Njálu og liggur þessu eins og ormur á gulli en hann flæmist eiginlega af þingi sem er mjög írónískt af því að það er Björn Jónsson sem við vík kannski síðar að. En í þessari bók hérna þá stóð þetta ekki mátið til að tengja þér örugglega saman svona sjáðu, þetta tengist og ég vísaði ekki og það er farin svolítil ferð út á Látra, Einar Kvaran. Þetta var nú einlega þannig að Einar Kvaran og Hannes Hafstein eru helstu hatursmennirnir í íslenskri pólitík. Einar sem blaðamaður og Hannes sem stjórnmálamaður, en af því að þetta er svo lítið land og þá voru þeir saman, voru þeir gamli skólabræður og miklu vinir, þannig að þó að þeir töluðust ekki við þetta tímabil sem hann var blaðamaður og Hannes ráðherra, þá eftir að það var afstæðið svona í ellinni að þá urðu þeir miklu mátar og pólitíkin var frá og Einar var búinn að berjast fyrir sínum spiritisma og Hannes var búinn að láta sinna að kemja hann mikið við. En það er farin svolítil ferð út á Einar Kvaran bjó á Akureyri fyrst. Það var eins og hann var að elta langafa minn á röndum. Afi minn var héraðslæknir á Akureyri. Þeir voru báðir úr Húnavatnssýslunni og síðan sem sé langafi minn og síðan var hann einn af þessum sem eru kallaði Guðmundarnir þrír. Það er Guðmundur Björnsson sem var landlæknir og Guðmundur Hannesson var héraðslæknir og síðan prófessor og hann kenndi þá er bara kennt í Alþingishúsinu og læknisfræði og það er ekki kennt neitt annað. Það fara að kenna síðan lögfræði en úr því að þeir fara þessa ferð, hún fer mjög illa. Hermann Jónsson bókarinnar sem er ekki alveg sami Hermann Jónsson og veruleikans streymir bara að Ráðarbjörg kalla hann þjóf og ýmislegt, hún var dálítið skæð og það er reyndar alveg rétt að það fannst fyrir nokkrum árum svolítið galdur, þjófagaldur á hlöðuvegg á Látrum. Ég er reyndar með þann, ég bý hérna við hliðina á sem sé og er með þann galdur fyrir innan, ég er líka með Securitasen, það virkar ekkert. En ég er með galdurinn fyrir innan þannig að það getur enginn brotist inn nema að fljótist eitthvað af þeim hörmulegu örlögum sem eru áhrifnisorð í galdrinum að muni koma yfir þann sem brýst inn og það er ekkert mjög svona fagurt
aflestrar eða maður skilur það þá er það ófagurt eins og þrekk, maður er kannski ekki vanur svona orð á að nú varst þrekk nasir þeirra sem reyna að brjóðast inn á láturum. Það var aldrei brjóðast inn á láturum, hún samdi annan galdur sem að brönnu einu sinni látarar og hún samdi galdur til þess að eldvarnar galdur. Hún var líka svona slökkvi tæki. Kannski grípi aðeins niður í þessa bók. Hér bara sé ég að ég er að nefna vin minn Valgarð Eiríksson sem var svona sá maður sem var tengdastur þessu svæði og alveg magnaður náungi, en hann er dáinn núna. En hún er svona stödd hérna í nútímanum, Látrabjörg og er að svona bera saman nútíman og sína tíð og segja frá sinni tíð og hjálpa smiði sem var í vandræði með ástamál sín. 7. kafli, magnað hversu haf tengir meðan vegir skilja að, finnst þér ekki? Hann segir það líka, hann Valgarður minn Eiríksson, hann veit ég mér skildast hann. Haf tengir, land aðskilur, vegirnir liggja þöglir og tómar ófærur í allar áttir en sjórinn ymur og á honum að fara út í Hrísey, Flatey, Grímsey til Grenivíkur. Þarna lágu hafvegir á milli og þar er haf mætir landi, orgar haf en steinar taka að veina. Orgar brima björgum bresta öldu hestar, stapar standa tæpir, steinar margir veina. Þokur þessu ríki þjóðey spáir góðu, halda sumir höldar, hríða á eftir ríði. Haf, allt er haf, hafsjór vætlar, fundast í krók og krema, í hugskotinu, steypist svo í stórsjóm, yfir vitundina alla. Hafinn á ekki sína vægð eða vorkunn, ekki mun það aumka sig yfir þig ef svo ber undir. Þegar minnst varir hremrað mann í dauðan, þá ekki að stinga við árum í dauðanum, Tómas. Hann var eitt sinn að gera brælu, búa sig undir reginveður, stífur, sló furðulega slöku við, upp úr þurru. Ég hafði á klæðum, minnir mig, sem ekki fór fram hjá neinum. Ætli það hafi ekki fipað hann ræfilinn. Ég ræ ekki á móti eimingjum. Róðu betur kæri kall, kendi í brjóstum sjóin, harðar á taktu herðafall, hann er á morgun gróin. Og alltaf öldur að landi í eilugum takti í stöðuru sótt staðar annar í að brjóta niður með tíð og tíma til áminningar sitt torteyfingar afl, hafið sem alla pilta hramsað til sín, til áminningar þeim sem hafa setið í bát út á reginhafi og rennt niður línu. Svo erum við komin svolítið annað. Annars kom hér út fyrir skemmstu þessi bók hérna sem er besta heimildin Látrabjörgu og er eftir Helga Jónsson frá Þverá í Dalsmynni. Þetta eru svona, það eru flestar vísur hennar hérna í þessari bók og líka ævisaga hennar svona eins og hann segir hana eftir minni fólksins eða aldana og eftir stundum kannski, ég veit ekki, stundum túlkun á kvæðum, það getur verið. Það er formáli hérna eftir hérna Björn Ingólfsson, skólastjóra á Grenivík. Hann berði saman Helga Jónsson, hann var svona sérstakur maður og sérstakur maður, ég meina hvað er maður með þessi vegurinn að hann var geðveikur. Og hann lýsir einum vetri í Reykjavík í þremur og hann hafði til ofboðslega mikið af verkum eftir hennar manni. Hann gaf bara út eina bók ævina. Það var svona fyrir tilstilli Vilmundar Jónssonar læknis og Halldórs Laxness, en það er til alveg mörg þúsund síður eftir hann mikið af myndlist og hérna sem er
Jóna Viðar Hreinsson gefið meira út eftir hann fljótlega. En hann og hérna birtur þessi galdur líka sem látra bréfið svokallaða. Hann lýsti dvöl sinni veturlangt í Reykjavík með orðunum dáganga götur Reykjavíkur. Það var ekki farið mikið fyrir honum þá. Þessi bók með mynd af apa framan á. Og titillinn maður kannski hugsar að apar séu millibilsmenn eða eitthvað slíkt og maður hugsar að sjálfsögðu að þetta sé stokkmynd sem sé úr bankamynd eða úr myndabanka. Bara svo hræddur þegar Ófeigur Sigurðsson gaf út bók sem innihélt sögu yfirlitum við sögu apa á Íslandi og ég hringdi bara Ófeigur, komdu með bókina og hann kom með bókina og ég byrjaði strax að lesa sögun apana. Hjúk, minn api ekki með í bókinni hans. Þetta sem sé apinn úr ættinni minni. Langafi minn átti þennan apa og hann til Steingrímur Matthíasson. Sendi þá frá Kína. Annar dó mjög fljótlega. Þeir eru frægir fyrir norðan og það til þessi mynd af öðrum. Hann svolítið sorgmæddur á svipinn. Og hins vegar svo innan á kápu fuglamyndir eftir langömmu mína. Karolína Sigríður Margrét Breiðfjörð. Hún var menntuð myndlistarkona. Það eru til einhverjar myndir eftir hana. Hún ekki í bók sem heitir Huldukonur í íslenskri myndlist. Þá maður aðeins mikið huldukona í íslenskri myndlist en maður ekki Huldukonur í íslenskri myndlist. Ég vildi að einhver fræðilegri en ég taki sig til og græfi upp, ég veit allavega 4 myndir, græfi upp fullt af myndum eftir hana og sett upp sýningu eða gerði henni skil. Maður lærir ekkert svona handbragð bara heima. Þetta er einhver einstakur tónn í íslenskri myndlist. Hann einhvern veginn svolítið evrópskur en það eitthvað sérstakt við þetta. Þetta svona málað á framreiðslubakka. Og það eru 2 þessar bakkamyndir og frændi minn sem lánaði mér mjög fúll yfir að hún sé ekki í íslenskar huldukonur í íslenskri myndlist. Þetta fjallar þennan Guðmund Hannesson sem gerði nú ýmislegt. Fyrir utan að vera læknir, hann skipulagði, við erum með eiginlega svona mörkum, Bjargastígur eiginlega svona á mörkum skipulag Guðmundar Hannessonar. Hann gaf út þessa bók sem heitir Skipulag bæja og var endurútgefin núna fyrir nokkrum árum í þessu formi hér með ritgerðum og nokkrum dæmum úr bréfum og ýmsu svona skipulagsmál. Það má kannski segja að með einföldun að svona eftir því sem nær dregur Njarðargötu og þaðan yfir þá taki við skipulag svona Guðmundar Hannessonar þar sem garðarnir eru hugsaðir út frá ræktun og göturnar eru ekki beinar heldur bugðast svolítið og þetta svona áhrif frá ákveðnum dönskum hugmyndum og enskum sem voru í gangi skipulagsmál. Og hann vasaðist í öllu. Þið sjáið bara eins og göturnar þarna hinum megin við Njarðargötu, það beygja alla, hann er ekki svona það sem honum fannst mjög slæmt sem að göturnar verða annarkvæmt að enda í einhverju monumenti eða einhverju styttu eða einhverju. Þannig að maður sé að fara á einhvern áfangastað. Maður sé ekki bara labba fram á einhverju
bjargi eða svoleiðis. Og svo eru húsinu þetta stærri þarna hinum megin úr timbri hérna megin í Bjargastíg, en hinum megin úr stein, og svo Hannesarholt hérna náttúrulega, og hérna það endar hérna svona útsýni niður Bjargastíginn, það endar ekki í tjörninni bara eins og maður muni ganga út í tjörnina, heldur það smá sveigja á Bjargastíg, hann er of brattur með við það sem Guðmundur hefði, hann hefði tekið sveigjur upp brekkur, og það endar samt á húsinu hérna neðst niðri þar sem Helga Kress ólst þar upp, ég man ekki meira húsið í byrji. Það í þessari bók, þetta baráttuna spiritismann. Guðmundur Hannesson dró enga dul á það, hann var fenginn til þess að rannsaka Indriðamiðil í einn vetur eða svo, eða 2 eða 3, og hann dró enga dul á það, hann hafði enga trú á neinu af þessu og ætlaði að afsanna þetta allt og fletta ofan af svikum og prettum, og fannst þetta bara, og konur hans þótti það líka. Hún var reyndar prestdóttir, hún Karolína, en gefin sem barn Breiðafjörðshjónunum, sem Breiðafjörðshúsið hét eftir. Það var alltaf að breyta nafn þetta hús, það hét ýmist Breiðafjörðshúsið eða svo endaði á að heita hérna Fjallakötturinn, sem var nú bara uppnefni til að byrja upphaflega. Þetta þýðir náttúrulega bara timburhjallur, og þetta var hann þannig byggður, það var alltaf verið að byggja við hann. Faðir Karolínu var þar með, byggði þar við svona, og þar rak hann biografen. Þannig að það var hún sem átti peningana og stjórnaði fjármálunum í þeirra sambandi, stjórnaði öllu sem sneri að slíku, og borgaði allar reikninga. Hann fekk ekki að koma nálægt neinu, hún bara stoppaði hann í því. Það hérna svona útigangskona sem ekki byggð á neinum sérstökum eða svona samsettum mörgum, og eitthvað skylt með Látrabjörgu, af því að hún kveður svolítið, sem var bara algengt að svara fyrir sig í vísum. Það var ein kona þarna á fjörðum sem þótti sein til svars, og það mætti henni einhver maður og kastaði á hana fyrriparti þegar hann var á leiðinni í hringinn í kringum fjörður, og hún svaraði ekki fyrir 2 árum síðar þegar þá botnaði hún fyrripartinn þegar hún var á leið á sömu leið hina áttina. Þannig að hún mundi allt, en hún bara var að sein að svara. Ég var vinnukona hjá Alfons Arnórssyni yfirdómara, en hikaði hún Konkordía, og frú hans Helenu Hlíðberg Austmann. Jæja, svaraði miðillinn. Þér komuð einu sinni þangað og héldu miðilsfund með tilraunafélaginu. Ég fylgdist með gættina og það var afar eftirminnilegt. Mig rámar í þetta, þér enn hjá þeim hjónum? Nei, sagði Konkordía snúðugt, en andar segja mér ýmislegt, bætti hún við bjartari röddu, enda snýr heilinn í mér öfugt. Þetta á eftir að verða hún á eftir að fara í aðgerð, hann á eftir að gera á henni aðgerð til að snúa við í heilanum, og það sannsögulegt, en kannski ekki alveg eins og það lítur út fyrir. Bærinn hafði logað í gróusögum að Alfons yfirdómari héldi vinnukonu sinni í Konkordíu sem hjákonu. Sumir að það hefði ekki aðeins verið gegn vilja móðurinnar, einstæðings í Suðursveit sem hafði sendt dóttur sína frá sér til höfuðstaðarins, heldur ekki með allsendisvísu samsinni vinnukonunnar sjálfrar. Dómkirkjuprestur hafði blandað sér í málin. Sumir sögðu að Konkordía hefði verið vanfær. Þá hafði séra Húnbogi Níelsson tekið af skarið og fundið Konkordíu pláss á öðru heimili, þar sem betra atlæti var að hafa hjá traustu og góðu fólki.
Yfirdómarinn hafði lagt sig í líma við að kveða niður gróðsögurnar og var ekki sagður kunna Húnboga neina þakkir fyrir afskiptina af hans málum. Eigi að síður hafði Concordia flosnað upp af einu góða heimili sem henni var fundið og lent á vergangi. Síðan voru liðin nokkur ár. Og hvað hefur þú haft fyrir stafni eftir vistina hjá Alfons? Spurði Tindri og var hættur að þéra. Concordia kastaði á hann vísu í svaraskinni leið og hún tók ofan skrautlegan strútfjöðurshattinn og hneigði sig fyrir millibilsmanninum. Ævin sýnir enga væð, enga miskun veitir, allt hvað sem það heitir, ég hef haft af engu fræð, ég nýtt og smáð og ræð, en minn hattur skreitir. Tindri hneigði sig á móti og tók ofan ímyndaðan hatt. Hann var hattlaus og vottaði þannig hagmælskunni virðingu sína. Og þér beindi Tindri máli sínu að Sakaríasi. Já, við þú, þú líka í súpunni? Nei, ég sko bóndi, sagði Sakarías. Það öllu heldur ég var bóndi, en síðan fór það eins og það fór. Ég þurfti að skilja hana eftir. Konuna þína, spurði Tindri með samúðarsvip. Nei, sauðkindina. Ég mjög hændur að skepnum. Eru svona Jannes, ég kann ekki við að kalla fólk alvöru nafnum nema stundum eins og en þetta var alvöru nafn í svona 200 ár í Blöndudal, gekk mann fram að hétu allir Jannes, ég kunni ekki, og þetta hef ég úr fórum Huldu á Höllustöðum sem var mjög mikilvirkur, Hulda Pálsdóttir á Höllustöðum, var mikilvirkur rithöfundur en gaf aldrei neitt út, en nema bara svona privat skrifa, en hún skrifaði Birti mjög mikið, sko. Hún rekur sögu þessa nafns. Og Jannes að passa nýfætt, eða að reyna að svæfa nýfætt barn sitt og Karolínu, og áttu mörg börn. Barnið ambraði, Leifur var í barnafötum með rósamunstri sem móðir hans hafði sjálfsaumað á hann, hrist fram úr erminni eitt dagspart við borðið með handmálaðan saumakistil sér við hlið. Enda var andatrúin allt annað handlegur. Reimleikar í þjóðtrúnni, hugsaði Jannes, og í fornsögum vorum spruttu fram þá minnst varði. Í dag voru reimleikar sagði framkallaðir með galdramennum þeim sem nefndir voru miðlar. Framleiðnir komu í heimsókn eftir pöntun og í sýningarskyni. Læknirinn gat ekki hugsað sér að barnið lifði enn eina öld hjátrúar og dellu. Leifur dæsti aftur í svefninum eins og sælan sjálf andvarpaði í henni veröld, ellegar eins og hann ætlaði að vakna. Jannes sönglaði alkunna vísu fyrir munni sér yfir honum. Lifnar hagur nú á ný, nýr dragur spunnin, dýr og fagur austri, upp dagur runnin. Skulum bregða okkur í þessa uppskurð fyrst ég nefndi hann. Concordia talaði hægt og varfærnislega, þau unnu mjög mikið saman að læknistörfum, Karolína og Guðmundur Hannesson. Karolínu kalla ég Mekki, af því að mér finnst svo dónalegt að ávarpa fólk með nafni. Þetta er svona svo Dale Carnegie segir, ávarpaði fólk allt annað nafni. Já, góðan daginn Bjarni, ég selja þér bækur Bjarni. Ég var svo á því Bjarni, ég vann einu sinni vit í viku og seldi ekki eina einustu bók. Ég var hægt óbytt á því að nota nafn fólks síðan. Concordia lét af hendi hattinn með semingi og Mekkin fékk einnig að hengja yfirhöfna hennar yfir snaga við dyrnar. Varlega, heilinn leikur allaus. En hvað að sjá, hafið þér skorið yður? Spurði Jannes og benti á rauða blettin á enni Concordiu sem þegar nánar var aðgáð var ekki aðeins fleiður, heldur heilt svöðu sár.
Concordia svaraði í bundnu máli. Síður og kvart og sætlegt tali sæmir ei slíka deila, síst mig kenni ég veila. Ég stend keik í öldudal, höfugan með heila. Síðan það sem þau gera þarna að hann svæfir hana, ristir smá rönd og leyfir henni að vakna. Af því að hún hefur verið með þetta á heilanum og þetta sönn saga. Með þetta á heilanum, já, ok. Hún hafði verið með það á heilanum að heilin snýri öfugt og hann hafði andmælt í og sagt að það gæti bara ekki verið. Það gerðist aldrei og jú, hann sagði að það gerðist oft og það yrði bara snúan við og hann svæfði hana. Og svo vaknaði hann og hann sagði, já, þetta var bara alveg hárrétt hjá þér, hann snýri öfugt í þér heilin. Nú, og hvað gerðirðu? Já, ég bara snýri honum við. Og eftir það var hann albata. Ja. Pólitík og spiritismi eru ofboðslega tengd á þessum tíma, miklu meira heldur en séu almennt viðurkennt og annarkvort varstu, síðan þetta sambandsmál og þessi maður hér og hins vegar Björn Jónsson og Einar Kvaran og allir sem voru með tilraunafélagið sem gerðu tilraunir með Indriðamiðil sem var sérstakt hús undir hérna á Þingholtsstræti 3 sem var ekki mikil bygging og hérna fyrir löngu rifin. Það bjó Indriði og var á launum við að spjalla við framleiðina og ýmislegt fleira. Hann sem sé það var sítar, organistinn í Dómkirkjunni spilaði gjarnan á orgel og svo var sítar sem flaug gjarnan salinn mjög hratt þegar ljósin voru slökkt. Þórbergur Þórðarsson skrifaði upp þessa sögu eftir Brynjólfi organista og hérna þótti trúgjarn eins og hann yfirleitt þótti. Síðan gafst hann ekki alveg upp það hafi verið gefnar út fundargerðir tilraunafélagsins en Guðmundur Hannesson gafst ekki alveg upp. Hann gerði eina loka tilraun sem og skrifaði fundargerðina sjálfur. Hann var búinn að æfa sig að skrifa í myrkri af því að mátti ekki vera ljós í salnum. Andarnir vildu það ekki og þeir bönnuðu ýmislegt. Þeir bönnuðu Bríeti Héðinsdóttur af því að henni var meinaður aðgangur að fundi af því að hún var með efagarnan huga sem truflaði andana. Þeim var ekki, en einhvern veginn fékk Guðmundur, hún var stundum bannaður aðgangur og þeim hjónum. En einhvern veginn þetta ekki það sama á þjóðtrúin og draugatrúin, þannig að þetta átti að vera vísindi, þetta átti að vera sönnun á eilífðarmálunum, að það sé eitthvað eftir þetta líf og kirkjan er ansi andvíg þessu og það sem er eftir þetta líf ekki að Guð kemur og tekur á móti þér og Litla Pétur vísar þig veg, heldur menn svona vafra einhverja sali og veit ekki hvað að gera og kíkja inn á andatrúarfundi og hérna þetta reynist vera þroskinn heldur áfram eftir dauðan sem sé. Þetta svona svolítið inspírerað af svona narkotískum indverskum helgiathöfnum þar sem fólk var og undir áhrifum eiturlyfja og kemst í vímu og svoleiðis. En það var nú ekki eiturlyf í tilraunafélaginu. Þótt reyndar Guðmundur Björnsson landlæknir hafi verið á eiturlyfjum, en það var allt löglegt. Það var látanum var löglegt. Það heitir í dag ópíum og ópíóar eru eins og þið vitið hérna. Það eiginlega sem gerist er að Björn Jónsson
Það óttast eða svo ég taki einn útúrdúr hérna undir lokin. Það er blaðsíðu 325. 235 fyrirgefðu. Það er óttast líf, það eru 2 svona útigangsmenn í þessari bók sem eru svona aukapersónur og sem eru aðalpersónurnar sem eru, já, Hannes kemur ekkert mikið við sögu, hann hérna, það er skemmtilegt bréf þar sem Guðmundur Hannesson skrifaði, þar sem hann er að skrifa Matthíasi Jochumssyni fyrir norðan og hérna, Hannes Hafstein og langafa mín hafa þá skroppið í bíó. Finnst það ansi merkilegt að sjá, jú, ég var búinn að sjá bíó áður og sjá fólk hreyfast, en það er merkilegt að sjá einhvern sem er þekktus sem sé Matthías Jochumsson. Hann var að halda einhverja serimóníu á Vestfjörðum með rétt og þeim þótti það merkilegt að sjá hann hreyfa sig bara og hérna, þetta er svo lítill heimur þarna að hérna, menn eins og Guðmundur Hannesson sem eru hvergi í pólitík komast alveg upp með að bara umskakast Hannes Hafstein og síðan Björn Jónsson og Einar Kvaran og bara hverja sem það sýnist. Þá er ekki hægt að rífast í Reykjavík og heilsast síðan ekki daginn eftir vegna þess að það er nokkuð öruggt. Maður mætir þeim sem maður á í blaðadeilu við daginn eftir ef maður er í Reykjavík á Akureyri. Þannig að þú verður bara að hérna, bíta á jaxlinn. En hann er sá maður, þessi Zacharias sem treystir ekki læknum og hann vill láta anda lækna sig og hugsar með sjálfum sér eða Concordia þegar hún vaknar, hugsa með sjálfum sér eða þegar hún er að sofna. Byrjum að því sem höfuðmegnið sagði hann, Jannes. Ég mun gefur klóróformdropa grímu, þið andið að öðru efninu og fallið þá í nokkurs konar dásvefn og finnið engan sársauka. Þegar þið vaknið verður allt afstaðið, sagði Jannes. Concordia tók að söngla fyrir munni sér, nötrandi röddu, votum kvormum. Vinur minn í meinum, með margan gengum við einn, mætti kapp við bein, systir ég sé í þér einum, sjáumst hinum megin. Ég ætla ekki að ljóta höfðu upp hvernig þessar tilraunir sem fóru fram á Hverfisgötu 12 fóru, en það er dokumenterað. Ég á skrif sem líka birtust í bók Erlendar Haraldssonar sem var eini prófessorinn í dulsálarfræði fyrr og síðar. Dulsálarfræði já, ég getum sagt að hún hafi verið arfleifð þess tíma þegar það voru vísindi að rannsaka dularfull fyrirbrigði. En það sem gerist í pólitík og mér vil ekki finnst fólk trúa mér almennilega já, hann Hermann, hann er alltaf að rugla eitthvað. En það sem gerist í pólitík er að Björn Jónsson, þessi maðurinn sem flæmdi Hermann Jónasson eldri af þingi fyrir geðveiki, tók síðan við af Hannesi Hafsteini sem var býsna skrítið. Ég er með grein það í rétt óútkominni bók sem Birna Bjarnadóttir ritstýrir. Það er skrítið vegna þess að Skúli Thoroddsen hefði verið eðlilegri kandidat og eiginlega bara sjálfsagður kandidat. En það skýrist að einhver leyti út frá því að Skúli var ekki nóg heitur í spíritstatrúnni fyrir Einar Kvaran og Björn Jónsson. Þeir lentu í því þarna á Ísafirði eitt árið að það kom nýdáinn maður fram á miðilsfundi og hérna, hann bara, það fer litlum fregnum af því hvað hann segir lífið fyrir handan. En síðan verða þeir að það er dálítið áfall fyrir tilraunafélagið og þetta tengist þá þegar pólitík mjög náið. Dáni maðurinn
hefur gefið sig fram í Reykjavík og þá ekki dáinn, en hefur samt komið fram á miðilsfundi. Það ansi óþægilegt fyrir tilraunafélagi og upp kemur mjög hatrammur rimma og Skúli Thoroddsen sem var þarna og með konu sinni, þau voru þarna bæði og hann Einar Kvaran tekur mjög hart á móti og segir að þetta sé dæmigert fyrir ósvífnina í andstæðingum spiritismans. Skúli ekki nógu, hann var spiritisti, jú, hann var skráður í tilraunafélagið og kona hans líka, en hann ristir í Þjóðviljanum á þessum tíma og tekur ekki nógu, eða það mín kenning, þannig að hann tekur ekki nógu hressilega undir þetta. Þannig að það sendur listi til konungs, þannig voru nú stjórnmálin þá fyrir yfir mögulega næstu Íslandsráðherra, eða ráðherra Íslands. Og á honum Björn Jónsson. Á honum líka Guðmundur Hannesson. Hann hefur verið svona kannski sáttatilega maður sem allir getur sætt sig við. Hann var á þingi í smá tíma og fannst það ævintýralega leiðinlegt. En konungur skilur ekkert í þessum lista. Það reyndar mun óskiljanlegra að Skúli sé ekki á þessum lista og greinilegt að það hefur orðið einhver klofningur þarna í meðal spiritista og þú varðst bara að vera algjör spiritisti ef Skúli hafði farið með samninganefndinni út af sambandsmálinu áður og lagt fram drög að samningi á milli þjóðanna eða sem nefndin lagði hana fram og Skúli var svo eini sem var á móti, þannig að hann hefði átt að standa uppi það hefði ekkert verið ósennilegt að hann hefði staðið uppi sem þjóðhetja fyrir að hafa stoppað þetta, en nei, það sendur listi með 3 nöfnum og konungur skilur ekkert í þessum lista. Já, þetta lítur að vera í stafrófsröð og Björn Jónsson lítur að vera kandidatinn og hinir bara svona meðmælendur, þannig að hann velur Björn Jónsson. Síðan svona opinbera skýringin á stuttri setu Björns Jónssonar sem ekki deilt að var ansi misheppnuð ráðherraseta. Það hrönnuðust upp deilumálin hvert á fætur öðru. Hann rak Tryggva bankastjóra og þetta var í hrönnum og síðan má svona lesa milli línanna að það talið að hann hafi fengið heilablóðfall og rugglast eitthvað á því og þess vegna hafa hann setið svona stutt. Björn Jónsson, svona svo ég ættreki, það faðir Sveins Björnssonar forseta og ritstjóri og aðalmaður í tilraunafélaginu, en það sem ég held að hafi raunverulega gerst að spiritismi svo nálægt geðveiki, þessar hugmyndir svo það getur það bara fljúgandi sítarar og Guðmundur gerði mikla tilraun með þetta, setti svona ljósborða á sítarinn og setti svona net fyrir framann svo sítarinn kæmist ekki gegn, það bara af sítarinn fór bara gegnum netið og aftur tilbaka og hann skildi ekki hvernig fór að þessum brellum. En ég held að það sé ljóst að hann hafi bara fylgt eftir stefnumálum spiritista og í augum Hannesar að þá þegar hann heyrir stefnumál Björns, þá bara snar galinn maður að fara að taka við ráðherrastólnum af honum. Og það ekki svo langsótt. Þannig að þess má reyndar geta að Guðmundur Hannesson síðar, hann var vanur því að forsætisráðherrar væru galið fólk, eða hafði tilhneigingu til þess, þá hann maðurinn sem stóð, eða var að baki aðförinni eða hvað við köllum það, stóru bombu að Jónasi frá Hriflu. Þeir sátu allir saman læknirnir á Hverfisgötu 12 og gerðu þeir einn út
til þess að segja Jónasi var hrifla hann verið geðveikur, sem hann tók ekkert mjög vel en hann var mjög stéttvís, en þetta er í rauninni, þetta er gagnrýnisvert, maður læknir á ekki að greina sjúkling án skoðunar eða slíkt. En allan að hugmynd mín er svo að Björn Jónsson hafi verið fyrsti geðveiki ráðherra Íslands. Mér föddist eins og fólk halda að ég sé að skálda þetta. Þetta er eitt af fáu sem ég skálda ekki í bókinni. Hafið þið einhverjar spurningar þetta eða aðrar? Skemmtileg sín á þessa fortíð. Takk fyrir það. Já, eitthvað tíðarandan, eða af hverju var spiritism svona breyttur, eða af hverju var fólk á þessum tíma breyttur spiritism og af hverju þetta eða Já, það gerist. við tíðan? Já, það er komið vísindaöldin og hún er runnin upp og það er svolítið mikið harka í því að henda allri þjóðtrúnni og fortíðinni burtu og síðan er Brandes autoritet heimsins þessi mál eiginlega og það er verið að velta því fyrir sér hvort það megi að því að vísindin geta rannsakað allt en það er svona það liggur í loftinu allt nema eilífðarmálin við látum þau bara, kirkjan má bara hafa þau og síðan vísir Brandes því yfir að nei, það er annarkvæmt geta vísindin rannsakað allt eða bara ekkert. Auðvitað geta þau rannsakað eilífðarmálin eins og önnur mál og það var bara að vaða í það að fara að rannsaka af því að þetta er svona sympatíska sem fer öll Vesturlönd og allan heiminn, Suður-Ameríku líka, það er mjög sterkt þar. Og kannski það er einhver degla þarna, það er einhver algjör og líka í íslenskri pólitík. Ég meina, þjóðin skiptir skoðun á sjálfstæðismálum Íslendinga á 2 árum, bara algjörlega kúvendist. Og kannski svipað í spiritisman, það verður einhver kúvending hana, vísindaöldin var komin en það var mjög svo gaman að þessum. Ég getum ekki prófað að gera eitthvað vísindalegt með drauga og síðan eru þetta fullt af falsmiðlum og það heitir búktal og það er hægt að varpa rödd sinni hingað og þangað. Indriði talaði ýmist út frá eigin munni eða einhvers staðar annars staðar frá. En það er svolítið erfitt að fara að syngja dúett með franskri óperusöngkonu þá hann getur ekki gert báðarættirnar. Eða reyndar er það hægt í tíbeskum munkasöng. Hvernig fór þessi rannsókn? Tókst þeim að afhjúpa eitthvað svið? Já, það er það sem ég ætla ekki að afhjúpa. Nei. Það var bara, eða sem sé, rannsóknin stóð yfir mjög lengi og Indriði, það komu upp svona mjög grunnsamlega atvik eins og þegar lifandi maður kemur fram á miðfundi og það komu upp annað atvik að það er fræg ljósmynd af Indriða en því var haldið leyndu mjög lengi þannig að hann á að vera með útfrimi en það er augljóst hvað segir ég? Teiknaður? Nei, það var myrkur, hann bað ljósmyndarann sem var sami ljósmyndari og tók þessa af apanum, Magnús Ólafsson var þingvörður í Alþingi, hann bað ljósmyndarann að bíða aðeins og lætti svo fram og náði sér í kústskaft og tusku og stilti sér svo upp í myrkrinu þess að myndin var tekin í myrkri með flassi. Ja, hann stendur, það er nokkuð greinilegt þegar maður horfir vel á myndina, hann er með þetta er ekki útfrimi, þetta er bara svona grísja eins og gjarna var notuð. En minna síðar hann til þess að koma í veg fyrir allt svindl og þá gerði Guðmundur þetta heima hjá sér og bara lét miðilinn skipta öll föt á hann kom inn og leita á honum rækilega, lokaði öllum dyrum og innsiglaði þær. Allt fór fram í sama herberginu. Og ég ætla ekki að segja, eða hann svona veðjar við konu sína að
þeir voru svolítið ósamála hvort það ætti að skíra börnið ekki. Hann vildi ekki skíra börnið sína af því að hann var guðleysingi. Hún vildi skíra börnið sín. Þegar þau bjuggu á Akureyri þá stundum laumaðist hún til að skíra þau meðan hann var í einhverju læknisvitjun einhvers staðar. En amma mín var hvorki skýrin eða fermd til dæmis og þannig á stundum, já, hann svona vann stundum. Þannig hann svona veðja við hana ef ég getum skýrt Leif ef mér tæst ekki að fletta á hana þessum fundi. En annars á ekkert að vera með gamlar bábiljur. Þess að skýrnir náttúrulega, skýrnarsáttmálinn gengur út á það, eins og allir guðleysingar vissu að börn fæðist óhrein og þau séu hreinsuð. Að lítil börn fæðist óhrein, þetta er frekar hvað er hreinna en nýfætt barn. Og trúði fólki ekki svolítið á þetta. Svo var eins og þess Lára Miðill kemur þetta seinna, eða ekki? Var hún ekki líka afslöruð? Já, hún fékk aldrei aðgang að tilraunafélaginu eða arftaka þess vegna þess að hún tilraunafélagið var fyrir heldri borgara, það var ekki fyrir almenning, það kostaði formúu að vera hluti af tilraunafélaginu og síðan eiginlega snýst þetta alveg við og í staðinn fyrir að vera afþreying betri borgara og verður þetta alþýðu og það er að gerast þarna þegar Lára Miðill jú, hún var það er náttúrulega voru teknumyndir á fundum hjá Láru Miðli þar sem sást að þar var bara fólk að læðast í myrkrinu og í lélegum dulsakerfum en það var nú skrifað varnarrit hana, Níels heitir hann sem skrifaði hana. Hún átti alltaf eiginmenn sem voru mjög drykkfelldir og vörninni í rauninni er kannski svo að það getur verið freisting fyrir alvöru miðil með hæfileika að bæta aðeins í til að pressa upp á þetta. En þarna í byrjun aldarinnar er þetta bara, það er bara betri borgarar sem bara Það sem sagt nær þá inn í pólitíkina alveg. Já, það er einhverjir sem eru, já, sko Hannes varð spíritisti eftir að hann lauk eða kannski ekki sannfærðasti spíritisti Íslands, sko, en hann tók aftur upp þráðinn við vináttu sína við Einar Kvaran. Einar Kvaran var mjög sannfærður spíritisti, þetta tengdist auðvitað því að hann misti konu og 2 börn og það voru alveg nóg af harminum í lífi Hannesar og fleiri, sko. Jú, betri borgararnir trúðu þessu algjörlega, en það getum við, eða við getum ekki, hvað getum við sannað þetta? Getum við sagt með fullvissu að fljúgandi furðuhlutir séu ekki til, eða? Þetta er svo sálarrannsóknarfélagi, það er að fara út allan bæ og reyka út illa anda úr húsum og svona. Já. Þannig að eitthvað virðist fólk trúa á þetta. Já, þetta er enn í dag alveg opinbert embætti við Vatíkanið. Það er særingameistari Vatíkansins og það er ekki hver sem fær, það er ekki nóg fyrir að hringja. Já, dóttir minn er haldin illum öndum, getur þið komið og
Nei, þeir gera ákveðna kröfur og fyrst að fara í gegnum læknisrannsókn og fara til geðlæknis og sálfræðings og ef það finnst engin eðlileg sálræn skýring á því að þú farir að tala ég satan og eitthvað svona þá kemur særingameistari en ekki fyrir þannig að þetta er mjög svona það er nýlátin helsti særingameistari Vatikansins sem já, ég selða ekki dýrinn en keypti það, er talinn hafa rekið út margan illan andan. Hann hefur ekki komist til Rússlands, sem sagt. Hvað segirðu? Hann hefur sem sagt ekki komist til Rússlands. Já, einmitt. En ætli Íslendingar hafi ekki verið svona opnir fyrir þessu líka bara út af því að við höfum alltaf þessa trú á álfa og tröll og alltaf þessar sögur sem við höfum. Jú, Það hefur kannski verið svona góður grundvöldur fyrir fólk að vera já, við skulum grípa þetta sem er að koma þarna frá Indlandi þá mögulega og Já, ég held það vegna þess að borgarastéttin er svo miklu nýrri á Íslandi heldur en flestum öðrum löndum. Við hefum ekki, það er engin saga borgarastéttar bara fyrir en þarna. Þarna verður borgarastéttin til og ekki fyrir þegar hún er búin að vera í Vínarborg aldir og byggingasagan okkar er fábreytt og listasagan er jú, það er náttúrulega Íslendingasögurnar en það er engin svona samfelld borgarastétt og auðvitað fer hún miklu sterkari heldur en Danir í það sem er eiginlega merki það að maður sé af. Það er líka svona tákn það að maður sé af borgarastétt að hafa áhuga á þessu. Það er ekki bara. Nú er hann 12. Takk fyrir. Og þakka fyrir okkur.